Má ég spyrja að hverju þetta kitla mig? Jæja, þá ertu komin í lag. Þetta virðist hafa heppnast, gróð eins og nýr. Það var ekkert brotið, það aðalatriðið. Skrámur og mar hér og þar en eftir 1 eða 2 vikur ætti alltaf verið í lagi. Þú hlýtur að hafa þjáðst, piltur minn. Það var nú því sjálfum að kenna. Það satt. Ég sver að næst ætli að taka mark á innsæið þínu. Já, en samkvæmt því sem ráðuleikur til förum við ekki aftur til þessara plánundu fyrir eftir 100 milljónir ára. Alveg rétt, 100 milljónir ára. Það sá tími sem líður frá því að risaeðlurnar hverfa þangað til menn koma fram. Jæja, haltu áfram gróði, sýndu okkur hvað þú getur. Hvernig líst ykkur á þetta til að byrja með? Þannig, ef skekina þyrft að bjarga þér aftur þá ætti þér að minnst kosta líða bærilega. Já, einmitt. Geimvespa. Stjarnhjólið nýja. Þetta eins og sirkusatriði. Þetta mér snillingnum boðið. Fáránlegt. Ég vil ekki eyða fyrir þér dýrmætum tíma, frú forseti, en forstjóri jarðeðlisfræðistofnunarinnar sagði að þú væri svo eina sem gæti hjálpað mér. Já, alveg rétt, ég hef fengið beinið þína, en þú verður að gera þér ljóst að það algjörlega óleyfilegt að láta þig hafa geimfar til einkaferða. Ég þyrfti ekki nema pínulítið geimfar, ég geti lokið þessu verki á smá fari. Það hlýtur að vera hægt að sjá af einhverju auka geimfari til þessara ferðar. Segðu mig hvað þú ætlast fyrir. Já, þannig er mál með vexti að út í geimnum er einn leyndardómur sem ég hef alltaf haft mikinn áhuga á. Í sólkerfinu milli Júpíters og Mars 500 milljónir kílómetra frá jörðu er belti smástirna. Sumar kenningar segja að þetta sé geimryk sem aldrei hafi fengið nægilegt þyngdarafl til að pláneta myndaðist. En aðrir telja að einhvern tíma hafi þetta verið pláneta og að fyrir milljónum ára hafi geisað hræðilegt stríð milli tveggja geimvelda. Forráðamenn annars þeirra töldu að óvinirnir hefðu flúið yfir á 5. plánetuna. Þeir höfðu yfirburði í tæknilegum efnum og voru í þann veginn að vinna sigur í stríðinu. Þeir ákváðu því að sprengja plánetinu í tætlur. Eftir þá sprengingu myndaðist smástirnabelti. Í rauninu höfðu óvinirnir flúið yfir á 3. plánetu sólkerfisins, jörðina. Koma þeirra þangað varð uppspretta margra þjóðsagna. En nú búum við yfir vísindalegri þekkingu til að ákveða aldur og eðli hvers smástirnis. Ég hugsa að við getum komist að raunum uppruna þeirra. Ef kenning mín er rétt mun hægt að sanna að einhvers staðar í geimnum sitji menning sem kannski er 100 milljón ára gömul og mjög háþróuð á tæknisviðinu. Ég er að fara í mánaðarleyfi mitt núna og mig langar til að fara og kanna þetta mál ef þú vilt gefa mér leyfi til þess. Þið pésið hafi staðið ykkur vel. Ég vil nota þetta tækifæri til að óska ykkur til hamingju með árangurinn og þekking þín og hæfni hefur komið að góðum notum. Já, þú mátt fara í þessa ferð. Takk. Það er allt rólegt núna. Kunningjar okkar á Cassiopeia halda sér höndum, það út af fyrir sig er nú kannski áhyggjefni. Ég ætla að verða við bónðinu og þú far geimfar, en farð ekki eini í þessa ferð. Ég veit eitt sem vill áreiðanlega fara með mér. Þetta smápar er alls ekki svo galið, finnst þér það, Gróði? Það er kallað geimmaurinn. Vísindalega séð væri betra að kalla þetta geimskorkvikinn. Ó! Hvað kom fyrir? Ég rak hausinn í, en hafði ekki áhyggjur af mér, það er allt í lagi með mig. Ég var forritaður á nýjan leik þín vegna. Hver allir hugsi svo sem mig? Mér er bara tróðið inn í þessa geimlús, þetta skorkvikindi, þetta hvað kallaður það nú aftur? Þú ert síkvartandi, þú ert nöldursekkur. Þetta er alltaf eins, vélmenni, slökkt á þér. Hefurðu heldur viljað vera kyrr á ómegu? Spyrðu mig að því seinna. Þessar skemmtiferðir eru alltaf eins, það gerist aldrei neitt. Þetta meinarðu nú ekki. Jæja, er það næstum ekkert. Þarna er gullinstjarna, það er athyglisvert. Sjáðu hvað Úranus er grænn. Hann er grænn vegna þess að það er svo mikið metan sem drekkur í sig alla þeirra liti. Þar eru næturnar 42 ár og dagarnir líka, auðvitað. Það er athyglisvert. Massinn, 100 sinnum meira en jarðar, hringirnir eru úr klettum og ís. Þetta er Oberon, eitt af tunglum plánetunar. Og þarna eru 2 önnur, Ariel og Umbriel. Og þarna er Saturnus. Ég hlakka til að sjá hringina þar, þeir eru svo fallegir. Saturnus, undarleg pláneta. Hún er næst á eftir Júpíter að stærð í sólkerfinu, 800 sinnum stærri en jörðin. Helstu efni þar eru vetni og helium. Hún er svo létt að hún myndi fljóta á sjónum ef hægt væri að finna nógu stórt haf. Jæja, þá leggjum við í hann. Kassin í eyðan er nógu stór til að við komumst í gegn. Er allt klárt?
Alltaf er ég reiðubúinn með upplýsingar. 1000 hringir úr grjóti og ís. Breidd 60.000 kilometrar, þykkt bara 16 kilometrar. Þetta er rétt eins og vindlingapappír. Þvermál milli brúnanna 275.000 kilometrar. Það er það bil jafnt í rými sem jörðin tekur. Langar einhvern í biljard? Og þarna, fyrirgefið þarna, er Encelade, eitt af tunglum plánetunar. Saturnus er með 17 tungl alls. Þetta er heldur hrjóstrugt landslag. Títan, stærsti fylginötturinn, stærri en plánetan Merkúr. Þetta er Thetis. Og Mimas sem er næst plánetunni. Bara 180.000 kilometra frá. Eigum við að líta nánar á hann. Þetta er stórmerkilegt. Ég ætla að hægja á mér. Fylgið okkur til stöðva okkar. Æ, Þetta er bara venjuleg könnun, við vísum ykkur leið. hverjir eru þið? Hvað viljið þið? Spurningum þínum verður svarað. Lítu fyrir mælum. En ég er frá Omega úr geimlögreglunni. Þú getur skýrt það allt síðar, lítu fyrir mælum. Við viljum ekki eyða ykkur. Gróði hafði samband við Omega undir eins. Ég næ ekki sambandi. Talstöðin er í ólagi. Hvað er þetta? Nú ég skil. Gróði er ekki í sambandi. Vertu rólegur, vertu bara rólegur. Komdu inn fyrir. Sestu. Hví komstu hingað? Ég kom til að gera jarðfræðilega rannsóknir á smástirnunum. En hverjir eru þið? Það erum við sem spyrjum. Smástirnin sem þú ert að tala um eru nokkrar milljónir kílómetra héðan. Þetta er ekki rétt. Þú ert í könnunarflugi, ekki venjulegu ferðamaður. Svör þín eru órökrétt, þú lýgur. Ég er í leyfi þessa stundina. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á hringum Satúrnusar og þetta var mjög gott tækifæri til að skoða þá. Þess vegna er ég hér. Þú segist verið í geimlögreglunni, síðan jarðfræðingur, jarðeðlisfræðingur, nú segist verið í fríi. Upplýsingar stangast á, svaraði rökrétt. Þetta er allt rökrétt, þetta er allt satt og ég hef leyfi til að vera hér. Þess vegna langar mig til að vita hverjir... Mat þitt á aðstæðum er rangt. Okkur þykir það leitt. Við viljum gefa þér tíma til að endurskoða svör þín. Skemmtiferðir, ævintýri, gaman. Þessu er lofað, en hvað fær maður? Ég er látin ryðga í einhverju óhjálegu fangelsi og útkjálka alheimsins. Jæja. Þetta er athyglisvert. Kannski verður þetta skemmtilegt á endanum. Staðreyndir stangast á. Svaraðu rökrétt, svaraðu rökrétt. Mat þitt á aðstæðum er rangt, mat þitt á aðstæðum er rangt. Þetta er eitthvað undarlegt. Hvernig hann talaði við mig, eins og ég væri vél eða eitthvað vélrænt. Við vonum að þú sér betur á því komin núna. Hvað ert þú að gera hér? Ég get bara að svara því sama. Ertu ein á ferð? Eru fleiri geimför? Ég endurtek að ég er ein. Hvað vita menn á Omegu um okkur? Ekki neitt. Þeir viti ekki einu sinni að þið eru til. Hvað ertu þá að gera hér? Þið eru ekki mannlegir, þið eru bara eftirlíkingar, gervimenni, vélar. Þið eruð ekkert annað. Hvernig veistu það? Hvað veistu fleira? Já, það er hún. Já, það er hún. Þekkirðu hana? Já, hún er hættuleg, mjög hættuleg. Ég vil ekki að þið hætti á neitt varðandana. Og ef þið gætuð fengið hana til að tala, segja frá leyndarmálum sínum, já, það kæma góðu gagnið við hana á völdum á Omegu, skilurðu það? Treystu okkur, við sjáum þetta. Hvar er þekking þín geimt? Hver er þekking þín? Þið getið ekki skilið það. Það verður aldrei hægt að líka mannlegri greind við tölvuminni. Við eigum innsæi, ályktanir, tilfinningar. Það eru mannleg samskipti, slíkt vitið þið ekkert um. Við skulum athuga það.
Þú æsir þig upp, ert ekki rökrétt. Það er rangt. Hvar er þekking þín geymd? Hver er þekking þín? Svaraðu þess að þú verður frjáls, hamingjusöm. Þú mátt sofa. Hvar er þekking þín geymd? Hver er þekking þín? Svaraðu, þú eru frjáls, hamingjusöm. Þú mátt sofa, sofa, sofa. Ég verði brjáluð ef þetta heldur áfram. Vertu hugra, þú mátt ekki örvænta. Hið illa má ekki fagna sigri yfir hinu góða. Megi góða öfl styrkja þig. Það eru liðnir 6 dagar og við höfum ekkert heyrt frá Spá. Lofaðu mér að fara. Þú ert ekki enn orðinn nógu hraustur til að ferðast. En ég skal biðja stöð okkar á vestum að senda út leitarflokk. En pabbi, þú veist að milli mín og Spár eru fjarkrif. Ef hún er í vandræðum reynir hún að ná sambandi við mig. Pabbi. Ég veit hvernig ég líður en þú ert ekki nógu hraustur til að fara einn út í útgeng. Láttu mig þá hafa aðstoðamann, hví ekki litla hlunk eins og í gamla daga. Ég verð að komast hérðan burt. Ég þoli þetta ekki lengur. En hvernig í ósköpunum? Ekki vera hrædd. Þessi herramaður verður okkur ekki til neinna vandræði í bili. En ég myndi flýta mér ef ég væri í þínum sporum. Það er aldrei að vita hvenær hinir koma. En meðal annar orða, ég býst við að þú vitir að þessi náungi er bara vél, eins konar vélmenni, eins og ég. En hann er vitanlega mjög frumstæður samanborið við mig, en hann hlýðir skipunum mínum. Varaðu þig á sjónvarpsmyndavélum. Þetta er mjög athyglisvert allt saman. Mjög athyglisvert. Stans, hvað vilt þú? Ekki hreyfa þig. Æ! Upp með hendur. Aðal stjórnborðið. Ég vildi gjarnan fá að föndra aðeins við það. Þetta finnst mér skemmtilegu leiðangur. Öll svo spenna sem maður getur óskað sér og svo góður endi. Veistu það, Gróða, það getur komið að því að þú lentir sjálfur í vandræðum. Jæja, forsögulegur rithöfundur sem hét Nietzsche sagði einu sinni. Til þess að maður geti orðið jafn guði verður hann að lifa hættulegu lífi. Þetta á líka við okkur, gervimennina líka. Kannski ætti ég að skrifa bók þetta. Þú verður áreiðanlega mannlegur á endanum, Gróði minn. En ég á von á að sjá það á eftir okkur á hverju stundu. Það líður nú einhver tími áður en þið koma öll í gang hjá sér aftur. Reyndu aftur við talstöðum, hún hlýtur að vera í lagi núna og við verðum að ná sambandi við Ómegu. Við þurfum á hjálp að halda. En mikið er þetta skrítið, heilmikil stöð sem stjórnað er á tómum gervimönnum. Hvað er þeir að gera þarna? Hver skipar þeim fyrir verkum? Hvað býr undir þessu? Ég hef áhyggjur á þessu. Ég ætla að segja þér eitt. Ég rannsakaði veggina, þeir eru úr einstaklega hörðum málmi og þarna er fullt af merkilegum tækjum og útbúnaði. Og mjög aflmiklar vélar, aflmeiri en vélar í stærstu geimförum. Þetta er allt fyrir hendi í stöð sem virðist engu hlutverki þjóna. Við þekkjum greinilega ekki alla sögu. Lýkur viðgerðin ekki bráðum? Mjög fljótlega, eftir fáeinar klukkustundir, skemmdir voru gríðarmiklar. Þau mega ekki komast undan hvað sem það kostar. Þau vita of mikið. Það voru of margir gallar í forrituninni, þú verður dregin til ábyrgðar fyrir þetta. Já, herra, það er rökrétt. Gróði, sjáðu, Júpíter. Stærsta plánetan í sólkerfinu, 1300 sinnum stærri en jörðin. Ég býst við að þeir ætla ekki að elta okkur. Við erum laus við þá.
Hraðar, hraðar. Við erum ekki komnir nema Úranusu, við förum of hægt. Við förum eins hratt og við getum. Viltu að við förum yfir í útgeim? Og hvert eigum við þá að fara? Þá sjáum við ekkert á leiðinni. Vertu nú svolítið þolinmóður, Ganni minn. Já, þetta er alveg rétt hjá þér. Fyrirgeðu, ég varð of væstur. Júpíter, það bera svo sterkir geisla frá honum að talstofur eru óvirkar í námundi við hann. Þarna er Evrópa ístunglið. Og þarna hinum megin er Jó, eldfjallatunglið. Sérðu dökka blettin? Það kæmur nokkra jarðir þarna fyrir, en þú veist þetta auðvitað allt. Hvar eru hinn tunglin? Þau eru 14 alls, ef ég man rétt. Veistu hvað þau heita? Fáránleg spurning. Láttum okkur nú sjá. Gannet, Kallistó sem er stærst og svo Amalda. Bíðu nú við. Hinn heita... Aumingja gróðið, þarna plataði ég þig. Hinn eiga engin nöfn, þau eru bara númeru. Segðu mig gróðið, hvernig gastu ráðið við vörðinn? Það var einfalt. Ég var að skoða veggina og þegar vörðurinn kom var mér ljóst að ég gat breytt tengingum í honum. Og það gerði ég. Það var barnaleikur að finna hvaða minnistöðvum við gætum haft gagn af. Nú og svo forritaði ég hann upp á nýtt. Og ég verð að viðurkenna að ég er ekkert mjög ánægð með árangurinn. Þú ert frábær gróði. Ó, geimfar. Það er risastórt. Sjáðu gróði. Sjáðu, orustuflaugar. Við verðum að komast inn í smástjörnubeltið. Það er okkar eina von. Þeir skjóta, við verðum að komast undan. Varlega, það er hætta til vinstri. Nú, þau eru bara 4. Heyrðu, mér dettur þetta aldrei í hug. Við flýjum þarna inn og reynum að sleppa. Varaðu þig. Þarna munaði Mjói. Ætli þetta hafi verið Íkarus sem fór framhjá. Hann er nú eins og Rickott miðað við Ceres sem er 1000 kilometrar í þvermál, nú eða Pallas. Það eru 13 smástirnir sem eru meira en 300 kilometrar í þvermál og 45.000... Nei, hættu nú gróði, nú er nóg komið. Jú, þau vita, ég var bara að reyna að hjálpa. Ég vil síst vera til leiðinda. 4, 5, 6. Þeir vita að við erum hér í fjölum og þeir ætla sér að ná okkur. Það eru bara smástirnir sem komið í veg fyrir að þeir finna okkur, en þeir gefast ekki upp. Við vitum að þeir eru til og hvað svo sem þeir ætla sér þá geta þeir ekki láta okkur komast undan. Ekki núna. Já, gróði búið undir að fara út í útgeim. Út í útgeim innan smástirnir? Vinir okkar myndu segja, ályktun og röggrétt, reynda aftur. Ég veit að þetta er brjálæðislegt en við erum dauða smattur ef við verðum kyrr. Við erum ekki með einu sinni með verndarskjöld á þessu, þetta dreipur okkur. Kannski en ég líti ekki þannig á máli. Þeir elta okkur ekki, þeir hugsa sem svo að það sé óröggrétt. Við reynum þetta, enda þótt að líkurnar á að það takist séu ekki nema 1 á móti 100. Því að við eigum enga von ef við verðum hér kyrr. Gróði, hvar ertu? Farðu í sætið þitt, við erum að fara út í útgeim. Farðu að minnsta kosti geimbúningin þinn, það er aldrei að vita, hann gæti veitt þér einhverja vörn. Þakka þér fyrir, Gróði. Það var það útgeimur. Æ! Við höfum fundið brak úr geimfarinu þeirra.
Ekkert lífsmark. Nokkurt annað fari í augsýn? Nei, aðmíráll, geimurinn er auður. Gott, snúið aftur til stöðvana. Ég reyndi að láta vita okkur en ég næ ekki sambandi við Omegu. Það er ekkert skrítið. Það geistlar svo á plánetunum hér. Ég er orðinn uppgefinn. Ég get ekki haldið mér vakandi. Ég verð að sofna aðeins. Pési, ertu komin? Mikið er ég glöð. Komdu, vertu fljótur, ég býð eftir þér. Ég skal leiðbeina þér. Já, Spá, ég er að koma. Fulla ferð áfram. Hörðu nú á. Hérna, Pési, ég er hér. Hvar ertu? Mikið er dásamlegt að þú komst. Þarna er geimfarið þeirra, möll brotið. En hvernig eigum við að komast til þeirra? Við getum lent á klettinu þarna, hann er flatur. Það ætti ekki að vera neitt vandi. Slösuð? Ég veit það ekki, ég býst við ég að fengja taugaáfall. Ég veit bara að ég finn alls staðar til. Vertu bara róleg. Ó, elsku gróði minn, hvað getum við gert? Ég fer á eftir og sækja hann. Ég sæki gróða. Ég á nú líf mitt að launa. Hafðu engar áhyggjur. Fróði gerir við hann. Hann á eftir að fara með okkur í margar ferðir. Vittu til.